Þátturinn í boði hlusta.is. Komiði sæl og verið velkomin að Skjánum. Í dag þá ætlum við að ferast til Asíu með ungum pilti sem á ættir sínar að rekja til Filippseyja. Hann hefur margoft heimsótt landið ásamt fjölskyldu sinni en hann dreymt allt að sýna íslenskum vinum sínum þetta heimaland móður sinnar og þess vegna skipulagði hann ferðfanga fyrir þá. Við heyrum allt það ferðalag og fleiri lönd sem þeir heimsóttu í leiðinni hér rétt á eftir, en fyrst þá skulum við kíkja á vegabréfið hans. Heill og sæll Sveinn og velkomin í þáttinn. Takk fyrir að hafa mig. Þú átt ættir að rekja til Filippseyja. Segðu okkur aðeins frá tengslum þínum við landið. Já, mikið rétt. Mamma mín sem sagt kemur frá lítilli eyju í Filippseyjum sem heitir Cebu og þar lítill bær sem heitir Dalagít og hún flutti hingað þegar hún var 23 ára. Þannig að hún var 23 ár í Dalagít og við fjölskyldan eigum meirihlutin af fjölskyldunni minni í Filippseyjum myndi ég segja. Þannig að við heimsækjum reglulega á 3-4 ára fresti til, kíkjum á þig. En það er kannski ekkert svo margir Íslendingar sem að þekkja Filippseyjar. Það hefur til dæmis verið vinsælt að fara til Tælands frekar heldur en Filippseyja. Hvers vegna? Tæland er eiginlega alltaf í fyrsta sæti þegar kemur að, en Filippseyjar er hægt og rólega að koma sterkt inn, myndi ég segja, því að ég frétti alltaf af fleiri sem að fara og þegar maður fer á svona 3-4 ára millibili þá fær maður að sjá almennilega þróunina og ég er alltaf verið mjög hissa á því að hvernig þetta er ekki stærra, því að allir tala ensku, það er allir svo vingjarnlegir og við erum talin vera með bestu strendurnar þarna í Suðaustur Asíu. Það er ósnertan út af bara litlum túrisma. Lýstu landinu aðeins betur. Hvað er einkennandi fyrir Filippseyjar? Hvernig land er þetta? Örugglega fyrst og fremst að þetta séu eyjar, 7107 eyjar held ég. Og þær eru allar mjög mismunandi, litlar og stórar og paradísareyjar og fjallaeyjar og þannig að það er mjög mikil fjölbreytni, myndi ég segja. Og ef ég bara svona tek það sem allir hafa sagt við mig landið, þá er það fólkið, Það er hvað fólkið er gott og meinar vel og eins og ég sagði, tala flestir ensku, sem er sjaldgæft þegar þú kemur í þessi lönd þarna, Af hverju tala þeir ensku á Filippseyjum? Því að það er rosalega mikil bandarísk áhrif í Filippseyjum. Þetta var, Bandaríkin tóku yfir í seinni heimsstyrjöldinni og voru þar í, ég man ekki, alveg ágætlega langa tíma. Þannig að þeir fá mjög mikið frá Bandaríkjunum. Mjög mikið af inspiration einmitt frá Bandaríkjunum. Eitthvað annað heldur en bara tungumálið þá, eða? Já, maturinn, myndi ég segja. Hann er rosalega, svona hamborgarar og hamborgarar, pizzur og svona, þeir eru mjög mikil aðdáendur af þessum mat, inn á milli þá, þú veist, heimamatsins, og sætabrauð og svona. Þetta er mjög, maturinn er ekki það vinsælasta, en hann er mjög góður, en hann er ekki jafn vinsæll eins og tælensku matur og víetnamsku matur einmitt. Út af því að hann er blandaður frá svo mörgum Spánverjar og spænskan mat, bandarískan mat og svona. En þú segir að það eru ekki svo margir ferðamenn sem leggja leið sína til Filippseyja. En hvernig er þá samt að vera ferðamaður þarna, að ferðast samgöngur, hótel og annað? Er þjónusta í boði samt fyrir ferðamenn eða? Já, hún er að bætast bara alveg fáránlega mikið og ég held að þetta sé draumurinn hjá backpacker ferðamönnum. Þarna ferðu ef þú vilt einmitt
taka bara og on the fly bara bóka hostel bara hér og þar og svona. Þetta mjög gott fyrir það einmitt út af því að fólkið eins og það vingjarnlegt, talar ensku, getur spurt til og flestir geta hjálpað þér. En einmitt það er ennþá allt einhver megin svona, það er allt í chaos ennþá allavega sko. Ekki allir innviði kannski komnir eða? Nei, ekki alveg. En það er gaman að horfa á landið sér þróast svona einmitt bara hægt og rólega sko og ég efaði ekki en eftir bara 5-6 ára þetta mun springa sko, bara eins og Tæland og Indónesía, þetta er alveg á leiðinni þangað sko. Já, að Filippseyjar verði bara hið nýja Tæland. Já. Líka verðin þarna eru svo ódýr, þau eru mun ódýrari heldur en, og þá sérstaklega áfengið sko. Það er eiginlega stór sölupunktur á Filippseyjum er ódýra áfengið. Ok. Og hvað eru þeir að drekka þá helst? Það er eiginlega bara sterkt. Það er eiginlega þeirra, svona specialty eru sterkir svona rom, whisky, drykkir sem búin til á kókosnetum kannski eða eitthvað svona. Það er mjög mikið svona drykkjumenning í Filippseyjum. Ok. Hvað meinar þegar þú segir drykkjumenning? Hvað, allir bara í því alla daga eða? Já, eitt við Filippseyinga að fyrir þeim bara 1, 2 og 3 þetta community, þetta samfélag. Þannig allavega þegar ég fer þá á hverju kvöldi koma allir saman bara út á palli, fá sér 1-2 glös bara og spjalla. Engin sími, ekkert sjónvarp, bara spjalla fyrir utan bara yfir, góðan drykk sko. Og þetta er eiginlega bara út allt einmitt sko. En sem sagt, þú ert náttúrulega alinn upp við þetta og þekkir Filippseyjar mjög vel og hrifinn af landinu. En svo skipulagði þú einmitt ferð fyrir félagina, meðal annars til Filippseyja. Urðu þeir jafn hrifnir af Filippseyjum og þú? Ég held það allavega. Því að ég held að hver og einn einasti búinn að segja að þeir ætli aftur. Sem tek því mjög vel sko og þetta var náttúrulega, ég myndi segja að þetta væri einn af hápunktunum í lífinu mínu sko, því að þetta eitthvað einmitt sem ég hef talað oft, allir séð myndir, allir heyrt allar sögurnar mínar og svona, en enginn, einmitt, ég varð að fara með þá, ég varð að sýna þeim þetta og sýna þeim það sem ég búinn að vera að tala Þannig að þeir allavega, við sáum vel þá. Já, það akkurat. En ef maður fer þarna bara sem hefðbundinn ferðamaður, er eitthvað eitt ákveðið sem maður verður að sjá eða upplifa? Já, það fyrst að þess að einmitt eru svo margar eyjur, þá eitthvað sem kallast island hopping. Bara að fara á milli eyjanna og skoða eyjurnar og taka bátana og einmitt sjórinn ég myndi allavega að nýta tíman núna meðan þetta allt svo hreint og tært ennþá sko. Því að maður veit ekki allavega eins og þegar maður fer til Tælands og sjórinn mikilvægast á vinsælustu ströndunum er ekki lengur eins og á myndunum sko. En í Filippseyjum færðu þessar fullkomnu strandir ennþá allavega, hvítar strandir. Ennþá. Þannig að svolítið bara njóta þess, strandarinnar. Náttúran sko, einmitt. Algjörlega. Náttúran og fólki sko, það allavega nummer 1, 2 finnst mér sko. En einhver ákveðin staður sem svona, vinsælli en annar, það nú alltaf í hvert land hefur svona eitthvað sem hann að flagga? Það ein eyja sem stendur út og hún heitir staður sem heitir El Nido og ég myndi örugglega telja hann vera númer 1 túrismastaðinn. En meira að segja að hann ekki ennþá kominn á þetta sama level og tælensku svona heitu staðirnir sko. Í þjónustu þá? Í þjónustu þá, aðalega. En ég held að það sem gera heillandi sko. Ég tala aldrei það sem neikvæðan hlut sko. Ég held að það sé mjög jákvætt sko, að þú væri ennþá að sjá hennan lokal stíl sko. Það ekkert að það sé svolítið ósnortið ennþá. Já, ég held að það sé mjög heillandi og það málið sko, allt þarna alveg ósnortið í El Nido og það passa mjög vel upp á allt þarna í kring strendur og við fórum þarna með strákana en við fengum ekki njóttakar. Það var Nei, þið fenguð ekki í magann eða? Jó, við vorum 12 sem fóru og ég held að voru 9 sem fengu matreitrun og
það eitt af stóru vandamálum mitt út þarna því að það ekki alveg það ekki passað nógu vel upp á þetta sko fyrir magan á, óreyndum mögum sko, það málið sko, mitt. En þú talaðir einmitt matamenninguna, varstu að tala að væri svolítið bandarísk áhrif og annað, en geturðu nefnt eitthvað svona rétt sem uppáhaldi á þér, sem svona klassískur filippískur réttur? Já, filippískur uppáhaldsmat, filippískur matur bara á toppnum á listanum mínum, alltaf, því að ég bara ólst upp með það og það þessi bara svona kjúklingapottréttir. Bara sama hvernig pottrétti mamma gerir, þá alltaf jafn góðir finnst mér sko. Og hvað þá hrísgrjón með? Já, hrísgrjónin borðuð í tonnatali hérna, alveg, það ef þú ekki með hrísgrjón, þá það ekki réttur. Nei, einmitt. Það málið sko. Það málið. En þú sem sagt skipulagðir þessa ferð til Filippseyja fyrir vini þína, en þið heimsóttu 9 önnur lönd í þessari ferð ykkar heiminn. Og við ætlum einmitt að heyra nánar af því ferðalagi eftir smástund, en fyrst nokkrar auglýsingar. Þátturinn í boði hlusta.is. Heil og sæl aftur, hér hjá mér situr ungur akureyringur, hann Sveinn Arnar Hafsteinsson og hann að segja mér frá ferðalögum sínum heiminn. Sveinn, þú skipulagðir stórt og mikið ferðalag fyrir vinahópinn. Þið voru 6 félagar sem fóruð í heimsferð, heimsóttu 10 lönd eftir útskrift úr menntaskóla. Við náum nú kannski ekki að fara yfir allt ferðalagi, en það voru ákveðnir hápunktar í þessu ferðalagi. Algjörlega. Við tókum óhefðbundna staði, vægast sagt, sko, þegar við fórum og vorum að plana hana. Og allavega, sko, ef við byrjum á, eins og við fórum til Suður-Afríku. Já. Og það var annar áfangastæðurinn okkar í ferðinni og við fórum til Cape Town sem bara alveg syðst í Suður-Afríku. Og ég held einmitt að við vorum allir jafn hissa á bara fegurðinni. Þetta ég varla hægt að lýsa það í orðum sko, því að fegurðin og menningin bara eitthvað sem ég hef aldrei séð, bara á ævi minni. Fólkið og bara, það var eitthvað við hennan stað. Hann bara talaði við mann sko, á einhvern annan hátt sem ég hef aldrei upplifað sko. Var þetta fallegasti staðurinn sem þið heimsóttuð í ferðinni jafnvel eða? Já, ég myndi segja það allavega. Fyrir sko bara staðið mitt sko, ekki landið, heldur bara ein höfuborg, þá var það hún. Og við tókum eftir ferðina og fórum að spyrja okkur þannig hvar getið ímyndað okkur heima og það var bara, við getum alveg ímyndað okkur heima þarna, í Cape Town. Af því að nú nú oft talað Cape Town sem í allt öðru samhengi, það ekki endilega fegur sem fyrsta orðið sem fólk nefnir þegar tala Cape Town, heldur kannski glæpir og... Já, það einmitt, það hin hliðin á því sko og það eiginlega bara, allavega okkur var sagt að það var bara kvöldin sko, sem maður þurfti að passa sig, ekki vera úti á þessum stöðum eftir klukkan þetta og veist, annars þá ættir að vera góður sko, því að ég held að fegurðin einmitt og bara fólkið og menningin bætir upp fyrir það sko. Það sé bara, Það þarna stórt og mikið fjall við borgina. Þið fóru upp á það, eða ekki? Já. Table Mountain. Þetta bara eiginlega hvar sem þú ert í borgina og sérðu þetta fjall. Blasir það við. Já. Og þegar skýin leggjast ofan á fjallið, sko, þá þetta kallað tablecloth á Table Mountain. Það eins og þetta sé einmitt bara komið svona borðdúkur ofan á fjallið, sko. Þannig að einmitt bara, og síðan var annað fjall, Lion's Head, og þar eiginlega bara svona miðjuna á borginni og þetta eiginlega, einmitt, hápunkturinn á þessum stað bara að fara í náttúruna, fara og labba það eina sem við gerðum, við plönuðum enga ferðir eða neitt, við bara löbbuðum og bara, það var nóg til að, vera ástfangin á borginni, sko. Já, gaman að heyra af þessari hlið á þessari borg, eins og ég sagði það er nú oft svona önnur hlið sem meira rætt þegar Cape Town ber á góma. En svo fóruð þið líka til Sri Lanka, sem kannski einmitt land sem ekki allir heimsækja þegar þeir eru að skipuleggja svona túr. Alls ekki. Hvernig völduð Sri Lanka? Ég var einmitt að reyna að rifja það upp, sko, en bara við tókum Sri Lanka fram yfir
flest öll önnur lönd. Við ætluðum til Ástralíu, til Nýja-Sjálands en við ákváðum frekar að fara einmitt bara og kýla á Sri Lanka og við sjáum ekki eftir því. Því að ég held að ástæðan af hverju það stóð svona mikið upp úr fyrir okkur var einmitt að við bjuggumst ekki við hversu gott þetta var. Já. Að koma þarna inn bara vitandi ekki neitt. Við vorum alltaf kannski aðeins búin að kynna okkur svona hér og þar en við fengum okkur bara svona guide í 10 daga sem planaði bara ferð fyrir okkur í kringum all landið og við heimsóttum bara alla helstu staðina og við orðum bara mjög fljótt aðstofangir á staðnum bara einmitt út af eins og allir þessi staðir eiga sameiginlegt, það er fólkið sko, númer 1, 2 og 3 eiginlega sko. Við kynntum svo mikið af góðu fólki sem var til í að bara gera ferðin okkar geggjaða sko. Og sérstaklega leiðsögumaðurinn okkar, hann bara fór í gegnum allt vesen bara til að láta okkur líða vel, við fengum að gista heima hjá honum og við fengum að, hann bara kynnast fjölskyldun hans og alls bara, ótrúlega kall. En hann fór með ykkur þá á svona menningarlega staði það ekki? Jú. En hvernig var það að halda einbeitingunni? Þú skipulagðir þessa ferð og þú varst með 5 vini inn í eftirdrægi og þeir eru nú bara rétt skriðnir yfir 20 og maður kannski skildi ætla að menn á ykkar aldri vildu kannski meira stuð? Já, við reyndum að halda góðu jafnvægi á einmitt menningu og að skemmta okkur konunglega. Og við einhvern veginn náðum að gera það mjög vel í Sri Lanka. Því að meira þess að staðirnir sem við heimsóttum eins og svona musterinn og svona það einhvern veginn var allt mjög áhugavert fyrir okkur. Þannig að það var einhvern veginn ekki erfitt þarna að halda í athyglina sko. Já. En auðvitað slettu við náttúrulega líka úr klaufunum bæði á Tælandi og Bali líka. Já, heldur betur. Við einmitt, er ekki eins og við spöruðum okkur ferðina sko, við vorum eiginlega alltaf, það var aldrei langt í einn kaldan sko, en Tæland og Bali stóðu ábyrjandi upp úr einmitt í bara út af hvernig menningin þarna er sko, hún bara ýtir undir þetta og maður bara dettur inn í það. Já, þið fóruð í alvöru strandpartí eða ekki þarna á Tælandi? Já, svona skóapartí. Þetta er half moon og full moon og full moon partíin eru einmitt á ströndinni og half moon eru haldin inn í skógi. Þannig að þetta var svona jungle party þema sko. Ótrúlega gaman. Bara fullt af fólki og tónlist bara þá? Já, 1000 manns tónlist, nokkur svið, bara áfengi, drukkur og fötum. Það var einu og keypti þér ekki glas og keypti þér fötur af áfengi sko. Einmitt, maður getur ímyndið sér hvernig það endar. En svo fóruð til Bali og þar skelltuð ykkur í svona brimbrettaskóla, var það ekki? Jú. Hvernig gekk það? Það gekk mjög vel og ef ég ætti heima á stað þar sem sjórinn væri nú aðeins heitari, þá væri ég án efa að halda áfram. Ég held að við vorum allir fíluðum þetta, við allir náðum að standa upp og við náðum allir að koma okkur inn í þetta sko. Já. Og síðan var einmitt bara fólki, við vorum með svo mikið af krökkum á okkar aldri frá Noregi, Svíþjóð, Danmörku, þannig að það var ekki leiðilegt að skemmta sér þar allavega. Já. Og þegar brimbrettaskólan lauk þá hvíldu ykkur í svona villu þarna á Bali sem var nú svolítið gott fyrir þig að því að mér skilst að þú hefur átt í einhverju veseni með fótinn á þér. Já, ég var mjög hræddur á tímabili því að ég missti bara alla tilfinningu í hægri löppinu minni í einhverjar 3 vikur minni mig og sem betur fer bara með tímanum það fór það en ég held þetta var bara að vera í inniskóm. Ég fór aldrei í skó, bara alveg frá byrjun ferðarinnar. Varstu bara á flip-flops? Já, flip-flops allan tíman, vorum bara allan tíman í inniskóm. Og ég var í sérstaklega lélugum einhverjum inniskóm sem ég fekk bara á markaðnum á 100 kall sko. Og ég held að það tók bara á löppinu mín og í lokinu á gaf hún sig bara. Já, ok. Þannig að það er kannski eitthvað til að huga að fyrir aðra ferðalanga að spara ekki skóbúnaðinn. Já, ég myndi, ef þú ætlar að vera einmitt í inniskóm eins og ég gerir, bara kaupa góða Adidas, Nike inniskó eða eitthvað svona. Skilji. En þú heillaðist líka svolítið af Singapúr og segðu okkur aðeins frá Singapúr.
Sko, Singapúr hún heillandi að því leyti bara hversu langt þau eru komin og þú færð að sjá bara hvað allt vel skipulagt, hvað allt hreint og þetta bara svona, þetta var frábrugðin öllum stórborgurunum og stöðunum sem við vorum búin að frá. Þetta var þetta var einhvern veginn frá mjög svart og hvítt, sko. Það var allt upp á 10 og það var eitthvað heillandi við það, sko. Fólki líka bara, horfðu bara niður fyrir geðu og bara labba áfram. Það er ekkert svona eins og þarna í Suðaustur-Asíu, eitthvað svona vingjarlegu fólki þar, sko. Það eini mínusinn þarna. Það einhvern veginn allir bara uppteknir af sjálfum sér þar, í sínu. Já. En þú segir allt upp á 10, hvað meinarðu með því? Getur nefnt dæmi eða? Til dæmis, ég sagði við strákana áður en við lendum þarna og sagði að tyggjó væri ólöglegt. Það væri ólöglegt að vera með tyggjó. Og þeir trúðu mér ekki. Og ég man að eitt af fyrsta sem við gerðum var bara að labba inn í einhverja kjörbúð og ég sagði þeim bara að leita að tyggjói og hvergi tyggjó að finna. Og í neinum búðum það var bara hvergi tyggjó og ef þú horfir á göturnar þá er allt tandurhreint. Tandurhreint, engar tyggjóklössur? Nei, alls ekki. Já, en leiðin lá líka til Kuala Lumpur. Það var líka staður sem að þú heillaðist að? Já, þetta eiginlega svona, eins og maður segir, svona melting pot af menningu. Það var bara alls kyns menningar, það er Indlandsmenning þarna, það er Malay, fólk frá Malasíu, Kínverjar og þetta blandast einhvern veginn allt saman bara í ótrúlega, bara svona menningarlega borg. Þú gast farið í Kínapartinn, Chinatown, Indiatown og eins og frábrugðið frá Singapúr sem er bara rétt hjá nokkur klukkutímum frá, þá er allt hræódýrt þar. Singapúr er eiginlega á par við okkur í verði, allt er eiginlega jafn dýrt og hér. En síðan ferðu bara nokkur klukkutíma upp og þar er norður og þar er bara allt hérna hræódýrt, bara máltíðir á 200 kall og 300 kall og 400 kall og þetta er talinn vera sko besti staðurinn til að versla dýra hluti. Já, þarna er eitthvað við gengið. Ekta hluti? Já, ekta hluti. Ekta hluti ef þú ætlar að kaupa einhver designerföt þá myndirðu vilja gera það í Malasíu, í Kuala Lumpur. Ok. Og af öllum þeim stöðum sem þú heimsóttir að ferðalag þá var þetta svona kannski staður sem þú hefði getað hugsað þér að ílengjast á eða? Já, heldur betur. Það var einhver meginn einmitt út af verðinu þarna og einmitt að þetta að eiga þegar þú ert að pæla í hvað þú vilt borða eða hvað þú vilt gera að geta hafa haft alla þessa möguleika. Það er örugglega alveg geggjað, sko. Já, skemmtilegt. En nú eru náttúrulega margir á þínum aldri sem að dreymir svona heimsreisu og margir sem láta draumi rætast einmitt eftir útskrift úr menntaskóla. Ertu með einhver góð ráð til þeirra sem eru einmitt í þessum spórum að byrja að skipuleggja og spá og spekulera? Já, ég held að 1, 2 og 3 er bara að hafa gaman að því, að stressa sig ekki yfir því og ég myndi mæla með að gera þetta, sko, það eru margir sem líta niður á þannig að láta ferðaskrifstofu gera þetta fyrir sig, en ég myndi, eins og við gerum þetta, bara 50-50, bara helming og helming, sko, létum Kilroy sjá miðan okkar, sem er algjört vesen þegar maður vill setja saman svona stóra reisu. Já. En síðan bara skilja eftir hótelin og hostelin og einhverja svona pakka bara fyrir okkur. Og þegar við lögðum á stað í ferðina, þá vorum við ekki einu sinni með helmingin bókaðan. Við vorum bara að gera það jafnóðum, sko, sem gerir það einmitt mjög skemmtilegt og spennandi, sko. Einmitt, og stressa sig ekki yfir neinu, bara taka þetta bara dag fyrir dag, sko. Já, en er það ekki samt líka stressandi? Að vera að spá í hvar maður gistir næst og ekki vera með neitt bókað eða? Allavega ekki þegar þú ert í Asíu einmitt, sko, því að það er svo ótalmörg hostel, það er svo ótalmörg hótel ég man að við vorum bara alltaf valkvíði, það var alltaf valkvíði við hvar við áttum að vera. Það var aldrei skortur á stöðum, sko. Nei.
En þið blönduðu þessu svolítið líka hjá ykkur, þið voru ekki bara á hostelum, þið voru ekki bara að reyna að gera ferðina endilega sem ódýrasta. Nei, við hugsaðum bara, þú gerir þetta bara einu sinni eiginlega þegar þú tekur 6 saman og farið í einhverja ferð, þannig við pössuðum okkur að ef við vorum búin að vera á hostelum í einhverjum hörðum kojurúmum, sko, þá pössuðum við okkur á bara, hei, núna komin tími á 5-stjörnu hótel sem að sjálfsögðu ekki dýrt í Tælandi eða Bali eða eitthvað svona, þá leyfðum við okkur gott hótelherbergi með mjúka dýnu. Já. En hvað gerir svona ferð fyrir vinskapinn? Ferð í svona langa ferð og svona rosalega ferð með bestu viniðinum? Eru þið vinir í dag? Ég myndi allavega að segja að þetta alveg ómetanlegt. Þetta er einhver meginn lím sem við fest okkur saman að eilífu, sko. Eitthvað sem við höfum alltaf að eiga sameiginlegt og náttúrulega frábrigði frá flestum reisum þá fékk ég einmitt að fara með alla strákana og alla vinkonur vini í móðurlandi sem er ekstra sérstætt, sko, en eftir þetta við tölum það reglulega hvað okkur langar í aðra ferð og við myndum ekki hika við að fara í aðra ferð ef það væri gáfulegt. Já, akkurat. En ef þú værir að skipuleggja aðra eða svona ferð aftur, hvað myndir þú gera öðruvísi? Sko, ég myndi örugglega... Þú myndir kannski ekki nenni að vera farastjóri aftur? Eða nokkuð? Nei, örugglega ekki. Það er svolítið erfitt að draga svona... Já, ég myndi reyna að dreifa álaginu aðeins meira, sérstaklega þarna í Filippseyjum, sko. Þá var álagið dálítið mikið einmitt á að láta öllum líða vel og þannig að allir koma sem best með besta álitið á landinu. Stressið var þar, sko. En annars bara, ekki endilega fara til, ég hefði viljað fara til fleiri einmitt svona löndi eins og Sri Lanka og svona falin löndi eiginlega, skilur við. Fleiri þannig, sko, sleppa kannski, Dubai og svona staðir. En einmitt bara, örugglega ekkert meira en það samt. Þetta var nánast fullkomin ferð, verð ég að segja, sko. Fór ekkert úrskeiðis. Nei, akkurat. Það var bara alveg ótrúlegt hvað þetta gekk vel hjá okkur. Já, nefnilega. Herru, þetta hljómar bara allt mjög vel og gaman að heyra af þessu ferðalagi, Sveinn, og af móðurlandiðinu. Bara takk kærlega fyrir komuna hingað í þáttinn og ég segi bara við sjáumst í næsta þætti. Þátturinn í boði hlusta.is